Þessi krabbameinsáætlun sem er gefin þarna út er mjög ítarleg og góð skýrsla, mjög greinargóð. Það eru mjög mikilsverðar upplýsingar um það hvernig við eigum að haga málum hérna í Íslandi. Við í Samfylkingunni ætlum að verja auknum fjármunum til þess að kaupa ný lyf, komumst við í aðstöðu til þess. Það skekki stundum samanburðinn við Norðurlöndin og löndin sem við viljum bera okkur saman við, að þau taka þátt í lyfjarannsóknum sem við tökum ekki þátt í nema litlu leyti. Varðandi krabbameinslyfin sérstaklega, þá er meðal annars talað um það í skýrslunni að við eigum að freista þess að fara í verðútboð með hinum Norðurlöndunum, þannig að verður auðveldara fyrir okkur að fá lyf á sömu verðum og hin Norðurlöndin fá þau á núna. Og með því eigum við að geta náð kostnaði niður og tryggt að framboð þessum lyfjum sé alltaf það sama og hinum Norðurlöndunum. Það er ekki ásættanlegt að við séum hérna á Íslandi mánuðum eða jafnvel árum á eftir í að nota gagnreynd lyf sem að geta hjálpa þeim sjúklingum sem eru virkilega í neyð og þurfa á þeim að halda. Þetta markmið sem er sett fram í þessari skýrslu er auðvitað eitthvað sem við skuldbindum okkur til þess að vinna að. Það er alveg ljóst að við verðum að vera með sambærilegt framboð af krabbameinslyfjum hér á landi eins og í nágrannalöndunum og til þess að vinna því markmiði þá er ljóst að það þarf að gera tvennt. Annars vegar þarf auðvitað að auka fjárframlög til innkaupa en á hinn bóginn þá er líka spurning hvort að við getum nýtt möguleika og samstarfi til dæmis við Norðurlöndin til þess að lækka verðið og auka framboðið. Ég held jafnframt að þetta sé mál sem við getur ekki beðið. Við þurfum að byrja á þessu í rauninni strax í næstu fjárlögum, að gera ráð fyrir fjármunum í þetta og búa til þá ferla sem þarf til þess að við getum raunverulega yfirstigið þessar hindranir sem þó hafa verið í vegi fyrir þessu samfloti og tryggja það að strax í rauninni í næstu fjárlögum getum við í alvöru boðið upp á þessa þjónustu til jafns við hinn Norðurlöndum. Björt framtíð leggur áherslu á að halda áfram áætlun heilbrigðisráðherra að framboð á þessum lyfjum verði aðgengilegar á Íslandi og verð bæði í innkaupum og til notenda verði viðráðanlegra en nú er. Ein af þeim leiðum sem hægt er að nota í því er að kaupa inn í samvinnu við önnur lönd og nota samninga þvert á lönd til að ná fram betra verði og eins að vinna áfram í því að lækka kostnaðarhlutdeild sjúklinga. Til að við náum að innleiða bestu mögulegu aðferðir og þar kannski horfum við til frambúð á nýjum lyfjum til að bæta lífsgæði og við horfum líka til þess framsóknarmenn að þetta sé hluti af heildarstefnumótun eða heildaráætlun í heilbrigðismálum og þá er mikilvægt að við sem erum að ráðstafa fjármunum horfum á mælikvarða til stuðnings þannig að við getum náð árangri í þessu. Varðandi lyfin að þá að sjálfsögðu eiga Íslendingar að hafa aðgang á sömu lyfum og aðrir í heiminum og sérstaklega í Norðurlöndunum hafa aðgang að. Þegar við erum að tala um ný lyf, að til dæmis þá lagði ég fram þingsályktun lyfjahamp sem er kannabis til lækninga. Það eru núna margar rannsóknir búin að sýna fram á hversu virt þetta er við bara ógleði, við verkjum og við að hjálpa fólki að fá matarlyst. Komust við inn á þing að þá viljum við líka sjá til þess að skorti aldrei fjármagn í þennan geira. Þetta er mál sem varðar okkur öll og þarna þarf að huga að forvörnum eða lýðheilsuforvörnum sem okkur finnst þurfa að byrja að snemma strax í grunnskóla og síðan er það skimunin sem að þarf auðvitað að vera meðal allra mikilvægasta. En svo er það bara margt annað, allt annað í kringum þetta eins og rannsóknirnar sem skipta máli. Við verðum að bæta yfirsýnina og lækka kostnað með því að hafa umsýsluna með lyfjunum á einum stað en fyrst og fremst verðum við að hlusta fagfólkið og hlíta þeirra ráðum hvaða lyf við ættum að kaupa og hver ekki. Fjármunir í lyfjamálin hafa aukist mjög mikið á síðustu árum en betur má duga skal og við verðum að passa það að þeir peningar sem fara í lyfjamálin að þeir nýtist sem best. Það er mikilvægt að við tökum ekki inn lyf á hvaða verði sem er og að lyfjafyrirtækin geti ekki bara sett upp það verð sem þau vilja fyrir lyfin til þess að peningurinn geti nýst til þess að lækna og lina þjáningar eins margra og mögulegt er. Alþýðufylkingin vill að heilbrigðisþjónusta sé gjaldfrjáls, þar á meðal lyf. Við erum ekki sérfræðingar í fræðilegri útfærslu á því hvernig heilbrigðisþjónusta er veitt, en við vitum hins vegar hvar við ætlum að taka peningana.
Nú, flokkur fólksins málsvari fátækara og við stöndum fyrir gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu. Og þetta liður í því að fólk hafi jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu þar sem maður getur farið á sína heilsugæslustöð án þess að borga fyrir það og það sé fylgst með hverjum og einum einstaklingi. Ákvarðanir á þessu sviði þarf að taka á grunni faglegra og siðfræðilegra viðhorfa og í samráði við sjúklinga. Alþýðufylkingin vill félagsvæða fjármálakerfið þannig að við byggjum upp samfélagslegt eigið fé sem að tekur ekki vexti af lánum og spara peningana sem að samfélagið eigið núna í vexti, gríðarlega mikla peninga og nota þá í staðinn í velferð þar meðal heilbrigðisþjónustu án endurgjalds fyrir alla. Lykilatriði að við skimum fyrir þeim krabbameinum þar sem að skynsamlegt að skima. Það alveg augljóst að mörg krabbamein ekki hægt að skima fyrir og við verðum að vera fordómalaus þegar við skoðum hvaða skimun í gangi og hvaða skimun við ætlum að taka upp. Þar sem að ræða gagnreynda skimun, þar sé skimun þar sem að liggur fyrir að skimun geti bæði greint sjúkdóminn snemma og bjargamannslífum sem að skipta náttúrulega á endanum einna mestu máli. Það nákvæmlega hversu mikið við rukkum í komugjöld fyrir skimun kannski ekkert alveg stærsta málið að mínu viti, einhverju þúsund kallar til að frá skipta ekki öllu máli. Lykilatriði að allir hafi aðgang að skimun og við beitum skimun þar sem við á. Við erum að leggja mikla áherslu á forvarnir, til dæmis það streita og álag sem á fólki í nútíma samfélagi. Hvernig lögum við það? Við styttum vinnuvikuna til dæmis, tillaga Pírata, eða að hækka persónuafsláttinn og passa upp á það að það sé enginn að berjast í bekkum til að ná endum saman mánaðar til mánaðar. Svona hluti skipta gífurlega miklu máli. Greiðsluþátttökukerfið sem við höfum verið að byggja upp og reyna að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga, það kerfið sem við höfum verið að vinna með undanfarin misseri og eigum að gera áfram. Markmiðið á Hygglust að vera þetta að hinir veikustu borga ekki og forvarnir skila sér margfalt, þannig að við höfum Hygglust að stefna á. Já, okkur það mikið í mun í bjartri framtíð að greiðslur einstaklinga vegna heilbrigðisþjónustu lækki. Skimun gagnvart krabbameinum mikilvægur forvarnaþáttur og þarf að vera aðgengilegur og fólk þarf að nota hann, þannig að það brýnt að útbreiðsla og notkun aukist og ein leið til þess að lækka kostnaðinn. Við viljum að grunnþjónusta í heilbrigðiskerfinu, þar með talið eins og bólusetningar og skimanir eins og þessar, séu hluti af þeirri þjónustu sem almenna heilbrigðiskerfið býður upp á. Við í Samfylkingunni styðjum þá tillögu sem að lögðu fram í áætluninni að það verði sett á stofn skimunarráð sem að gefur heilbrigðisyfirvöldum ráðleggingar það hvaða skimanar eigi að fara fram og þá leið hvaða skimanir eigi að vera gjaldfrjálsar og hverjar ekki. Varðandi útfærsluna á þessu til að mynda hvort að heilsugæslan eða göngudeildir sjúkrahúsanna eða krabbameinsfélagið sjá þessar skimanir. Það eitthvað sem má alveg ræða en ég tel að þarna séum við raunin með svo mikilvægt tæki sem að getur hjálpað okkur að spara til lengri tíma litið að við eigum að leitast við að halda kostnaði við til lágmarki og enda takmarki verður að láta þetta vera án endurgjalds fyrir sjúklingana. Alþýðufylkingin styður að sjálfsögðu að skimun fyrir krabbameini sé gjaldfrjáls, enda það hagur heildarinnar að það greinist fyrst, þannig að það sé hægt að grípa inn í sem fyrst. Já, flokkur fólksins styður það og þetta flokkur og málsvari fátæka fólksins sem hefur jafnvel undir 300.000 krónur laun á mánuði. Og gjaldfrjáls grunnheilbrigðisþjónusta eitt af aðalstefnumálum flokks fólksins og þetta liður í því að komast í skimun án svo þurfa að hafa áhyggjur af því hvort maður eigi fyrir því. Áður en að skimun kemur til, þá verðum við að passa það að við séum með almenna og skynsama forvarnastefnu, þar sem við minnkum notkun á tóbaki, þar sem við tryggjum það að samgöngur séu vistvænar og ekki krabbameinsvaldandi og svo framvegis. Þannig að við tökum á krabbameinum alveg frá fyrstu stigum með ítarlegu og góðu forvarnastarfi. Þannig að skimun sem að sýnt hefur verið að sýni árangur og að virka og eins og bara í okkar nágrannalöndum sem við erum að bera okkur saman við erum að sjá til þess að hver og einasti
komist í slíka skimun og hafi þennan jafna aðgang án tillits til fjárhagslegrar afkomu. Við styðjum það að skimun verði beitt þar sem heilbrigðisyfirvöld telja að það komi að gagni og sé skynsamlegt. Við teljum að skimun eigi þá heima undir greiðsluþátttökukerfi, þannig að það verði tekið inn í það system sem nú fyrir hendi. Við teljum að með því að skima fyrir krabbameini þá geti náðst góður árangur í því að greina vanda á fyrstu stigum og ég sannfærður að í mörgum tilvikum getur það leitt til þess að meðferð eða viðbrögð verði miklu ódýrari heldur en ella. Við tókum þátt í því að innleiða þetta nýja greiðsluþátttökuþak og teljum að það sé mjög stórt skref í áttina að draga úr kostnaði þeirra sem bera mestan kostnað af heilbrigðisþjónustu. Það hefur hins vegar alltaf legið fyrir að við lítum á þetta sem fyrsta skref. Þarna var verið að samræma ákveðin kerfi en það er ljóst að eins og kemur fram í spurningunni að það lendir ýmislegt utan við. Og þess vegna teljum við eðlilegt að það sé skoðað hvernig sé hægt að útvíkka greiðsluþátttökukerfið þannig að það nái til fleiri þátta, bæði hvað varðar lyf og eins aðra þjónustu. Já, Björt Framtíð styður bæði þessi markmið. Í fyrsta lagi að greiðsluþátttaka, niðurgreiðslukerfið nái til þess sem núna fellur utan sjúkratrygginga eins og sálfræði, meðferð og tannlæknaþjónusta. Þetta þarf að vera eðlilegur hluti af kerfinu gagnvart fólki. Og varðandi þakið að já, það er brýnt að lækka það í áfengum og jafnframt að taka inn lyfjaflokka fleiri þar eins sem snúa krabbameins sjúklingum, þannig að svona markmiði sé að létta greiðslubyrðar hjá fólki. Við höfum talað um það að það eigi að skoða það fullri alvöru að samtengja þessi þök þannig að einstaklingar sem að þurfa mikla þjónustu lendi ekki alltaf í því að komast upp undir þakið í báðum og það kannski komin upp í 100 eða 20 eða nálægt 100.000 í kostnað. Það þarf líka að taka þarna inn í þætti eins og þú nefndir með tannlæknaþjónustu, sálfræðiþjónustu, lyf sem eru ekki lyfseðilsskyld. Það þarf að skoða alla þessi þætti vegna þess að það getur orðið umtalsverður kostnaður til að mynda bara á svona sem að menn myndu kannski kalla einföldum hlutum eins og bara hægðalyfjum eða einhverju þessu þar. Kostnaður vegna fatakaupa og svo framvegis getur verið umtalsverður sem að engan veginn fyrir sig þegar einhver fær sjúkdóm eins og krabbamein. Já, við styðjum það að greiðsluþátttökuþakið nái til fleiri hluta eins og sálfræðiþjónustu og tannlæknaþjónustu. Að það sjálfsagt við leggjum mikla áherslu á forvarnir, þannig að sálfræðiþjónusta skiptir gífurlega miklu máli. Það er bjargföst skoðun Vinstri grænna að við eigum ekki að vera að rukka fólk þegar það veikast. Við eigum að haga okkar gjaldtökukerfi þannig að við borgum fyrir þessa þjónustu með sköttunum okkar og þegar áreinir og samfélagið kemur að málum að þá eigum við að hafa þá tryggingu að við fáum frið til þess að berjast í sjúkdóman okkar en ríkið sjáu í rauninum eða samfélagslegi sjóðir sjáu kostnaði sem að því hlýst. Og að við viljum að auðvitað greiðsluþáttaka sjúklinga lækki verulega mikið. Það verður að vera þannig að það hafi allir aðganga í heilbrigðisþjónustu algjörlega óháð efnahag. Það hefur fólk komið til mín á þingi og talað um þetta og þetta er of mikið. Fólk ræður ekki við þetta og þegar fólk er veikt, sérstaklega að díla við erfiðan sjúkdóma eins og krabbamein, það á það ekki að þurfa að hafa peninga áhyggjur líka og því streitan sem tengist því bugar fólk, gerir það veikara og gerir þeim erfiðara fyrir að ná heilsu aftur. Greiðsluþátttökukerfi sem tók gildi núna fyrra árinu var mikil réttarbót. Hún tryggði það að enginn þurfti að sitja undir mjög íþyngjandi heilbrigðisútgjöldum en heilbrigðisútgjöld flestra jukust lítið eitt. Og það er bara mjög falleg og góð pólitík að enginn þurfa að borga mjög mikið en allir borgi smá. Núna þurfum við að passa það að við þurfum að vakta kerfið og við þurfum að sníða að því ýmsa agnúa, við þurfum að hugsa um það hvaða þættir við drögum inn í kerfið, hvaða þök við höfum á greiðsluþátttökunni og ýmis konar önnur útfærslaatriði, til dæmis það að draga inn sálfræðiþjónustu og tannlækningar. Það er bara mjög góð hugmynd og skynsamlegt að ýmsu leyti. Svo er líka mikilvægt að við nýtum þær meðferðir sem hafa sýnt miklar
mikla virkni sem að rannsóknir hafa sýnt fram á að séu að virka vel fyrir veikt fólk og til dæmis þar kemur inn núvitund sem að hefur bara verið gífurlega virk leið til þess að hjálpa fólki að díla við veikindin sín og að ná heilsu aftur. Við í Samfylkingunni höfum það á okkar stefnuskrá að heilbrigðisþjónusta á Íslandi verði gjaldfrjáls með öllu. En auðvitað gerist það í ákveðnum skrefum. Við viljum að fyrsta skrefi verði að heilsugæslan verði gjaldfrjáls, að fleiri sálfræðingar verði ráðnir innan heilsugæslunar og að tannlækningar verði niðurgreiddar í auknum mæli. Okkur finnst að þau skref sem að tekin verði eigi síðan að beinast að þeim sem að þurfa lækningar vegna sjúkdómsins, auka lækningar, það eru auka verkanir sem að sjúkdómurinn veldur sem að á ekki að leggja sem aukinn kostnaður á veika einstaklinga. Og aðgangur að sálfræðiþjónustu, gjaldfrjálsri sálfræðiþjónustu ætti bara að vera svo sjálfsagt að allir hafi þennan jafnan aðgang án tillits til fjárhagslegrar afkomu að fara til sálfræðinga eins oft og þeir þurfa þegar þeir glíma við sjúkdóm eins og krabbamein. Varðandi síðan hvort að eigi að afnema algjörlega eða lækka greiðsluþátttökuna, þá eru Vinstri græn á því að öll grunnheilbrigðisþjónusta sé í rauninni grundvallarmannréttindi. Ef við skilgreinum hana sem slíka, þá erum við í dag að rukka of mikið fyrir þessa þjónustu og eigum þess vegna leitast við að lækka kostnaðinn sem að almenningur hlýtur að því. Við viljum ekki rukka fólk þegar það stendur veikast fyrir og þarf á mestum styrk að halda. Markmiðið að lækka greiðsluþátttökuþakið þannig að það séu stigin skref í þá átt að það séu ekki fjárhagslegar hindranir fyrir því að fólk geti leitað sér nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu. Við viljum að greiðsluþátttaka sjúkratrygginga nái til fleiri þátta og þar með talið sálfræðiþjónustu og tannlækningar og við viljum auðvitað óháð búsetu að allir njótu bestu mögulegu meðferðar og það eigi ekki að hamla því að það sé þannig og hinn hluti spurningarinnar er þetta í takt við okkar markmiðum að hinir veikustu greiði ekki fyrir heilbrigðisþjónustu. Við höfum líka talað fyrir því að efla heilsugæsluna og efla sál- og geðþjónustu innan heilsugæslunar. Það er mjög gott líka, til dæmis fyrir krabbameinssjúka sem að þurfa, og krabbameinssjúka og raunar ættingja og aðstandendur þeirra, til þess að takast á við erfið og langvinn veikindi. Já, Flokkur fólksins styður allt þetta og að mörgu leyti vil ég bara benda á nágrannaþjóðirnar hvað varðar flest af þessu því að þeir eru að standa sig mun betur en við. Fólk jafnvel ekki að vilja koma heim til Íslands því að því líður vel í Danmörku og Noregi því að þar er þessi þjónusta gjaldfrjáls að mörgu leyti og eða það er mikil greiðsluþátttaka. En lyfin hér til þess á Íslandi, þau hafa hækkað mjög og ég hef bara heyrt í fólki í minni vinnu sem á ekki fyrir lyfjum og sérstaklega þeir sem glíma við sjúkdómi eins og krabbamein. Þar eru lyfin dýr og fólk að taka þau í langan tíma og þarna þarf ríkisvald að koma sterkar inn. Það hafa verið skerðingar hægt og bítandi gegnum árin og við í Flokki fólksins viljum stoppa þetta. Þetta er eitt af okkar forgangsmálum, það er heilbrigðiskerfið og það er að hlúa að langveiku fólki með krabbameini. Það hvort að við fellum niður greiðsluþátttökuna held ég sé ekki skynsamlegt. Lykilatriði er að við tökum þá takmörkuðu peninga sem að ríki hefur til umráða að þeir nýtist þeim sem mest þurfa á aðstöðuna að halda. Ég tel ekki þörf á því að fólk sem hefur mikið milli handana borgi ekki neitt fyrir heilbrigðisþjónustuna. Alþýðufylkingin vill að greiðsluþátttaka sjúklinga sé afnumin og að heilbrigðisþjónusta sé gjaldfrjáls, þar á meðal tannlækningar og sálfræðiþjónusta. Enda getum við öll veikst og samfélagið fær meira fyrir peningin ef að þetta er borgað með samneyslu og við borgum þetta hvort sem er. Þannig að við viljum afnema alla greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu. Við styðjum það. Það er þannig að smæð samfélagsins á Íslandi kallar á samþjöppun fagþekkingar
og flóknar meðferðir fara fram á Landspítalanum í Reykjavík eða á sjúkrahúsinu á Akureyri og það þarf að vera samfélagsleg sátt það að þeir sem að búa fyrir utan þessi svæði eigi auðveldan aðgang af þessum flóknu meðferðum og að aðstandendur geti fylgt sjúklingum í þessar meðferðir ef að þeir vilja gera það og talinu þörf á því. Ég frá Ísafirði og fólki í kringum mig tala mjög mikið þetta. Ferðakostnaður mjög lítið niðurgreiddur og vinnutap aðstandenda og ferðakostnaður þeirra að mjög litlu leyti endurgreiddur. Þetta afskaplega bagalegt og mjög blóðugt sérstaklega fyrir landsbyggðina. Og þessu verður að breyta. Það verður að á einhvern hátt fella þetta undir greiðsluþátttökukerfið eða endurgreiða meira leyti, ella næst ekki sátt á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. Alveg á nákvæmlega sama hátt og það á ekki að vera byrði fjárhagslega á einstaklingu þegar það veikjast að það má það heldur ekki sliga fjölskylduna. Óhjákvæmilega hlýst af því félagslegu kostnaði fyrir einstaklingin og jafnvel einhver kostnaður í fjármunum talið. En ég tel að við eigum að leita leiða til þess að lækka þennan kostnað fyrir aðstandendur vegna þess að með því að taka þann pólinn í hæðina þá væntanlega gerum við sjúklingnum auðveldara fyrir að takast á þessi sjúkdóm sem aftur getur haft veruleg áhrif á það hvernig honum farnast í sínum veikindum. Þess vegna eigum við að reyna að finna leiðir til þess að taka undir með fólki þarna, létta þeim byrðum. Og við viljum líka koma inn með að styrkja aðstandendur, þannig að fólk sem býr út á landi þurfa ekki að koma eitt hingað suður til þess að fara í meðferðir, heldur getur haft fólkið sitt með sér. Því að þarna skiptir máli að bara andleg líðan. Og þegar þú ert með sjúkdóm eins og krabbamein, að ef þú ert einmana og saknar fólksins þíns og líður illa, þá segir það sig sjálft að bati gæti verið hægari eða það geti haft áhrif á bata. Alþýðufylkingin styður að hið opinbera taki þátt í kostnaði fólks sem að þarf að ferðast eða dvelja hjá aðstandendum sínum vegna krabbameins meðferðar. Við styðjum það svo sannarlega. Það eru bara grundvallar mannréttindi að kjósa sér búsetu hvar sem og auka kostnaður sem að tengist ferðalögum eða öðru eða þjónustu sem ekki alveg við hendina á ekki að koma í veg fyrir það að sjúklingar oft sem að glíma við erfið veikindi njóta ekki bestu mögulegu meðferðar. Okkur í Bjartri framtíð þykir ekki fráleitt að líta á kostnað ættingja og ferðir ættingja sem hluta af sjúkdómsferli einstaklinga og því sem þarf til að takast á við það. Og það kemur fyllilega til greina að skoða greiðsluþátttöku í ferðakostnaði ættingja svo lengi sem að verður að gæta jafnræðis og setja þarfir sjúklings í fyrsta sæti að þá þetta vel skoðandi að koma inn með þennan þátt. Við styðjum það að fólk sem veikt og að díla við erfiða sjúkdóma fái allan þann stuðning sem að þarf nauðsynlega að halda til þess að ná bata sem allra fyrst. Það gerir sér allir grein fyrir því hvað það mikilvægt fyrir krabbameinssjúkling að njóta aðstóðar aðstandenda í sinni meðferð. Og í þessu tilviki þá erum við að tala ferðakostnaðarreglugerð frá 2004 sem auðvitað orðið löngu tímabært að endurskoða og í þeirri endurskoðun þá held ég að það sé mjög mikilvægt að huga að þessum þætti. Hvort að hægt að fara alla leið í til dæmis sambandi við það að létta öllum ferðakostnaði eða öllum kostnaði af aðstandendum og kannski ekki hægt að komast allavega í þangað en þetta sannarlega eitthvað sem við að stefna að. Akkurat þegar ríkið sparar út á landi að þá það landsbyggðarfólki sem borgar og það óásættanlegt.